Gunnar, þessi hlýtur hafa verið kærkominn. Já, þessi var mjög ljúfur. Það virkilega gaman að sjá strákana mín í dag. Þeir lögðu gjörsamlega allt á þetta en það sá maður allir leik. Þeir höfðu alla orku til þess að fara að fagna hennar sigrinu sem er mjög gott finnst mér. Mér er gaman að sjá það. Þeir lögðu allan í þetta og við tölum það að við vildum sýna fólkinu okkar að þessi síðustu leikir hægt sér verið aðeins svona off og við tölum að íta á reset, byrja upp á nýtt og við gerðum það í dag og við erum búin að æfa rosalega vel alla vikuna og mér fannst svona sú æfingavika, þessi síðasta æfingavika kom inn að leik og sýndum gæðin sem býr í okkur og hvað við getum gert þegar við erum á deginum okkar. Við mætum hérna frábæru leiknisliði og þeir gáðu okkur hörkuleik en svona maður hefði viljað fá þetta þriðja mark aðeins fyrir og þá held ég að fjórða og fimmta líka komið í liðinu en þetta er lengjudeildin, hún er ótrúleg. Það voru alveg tækifæri til að skora fleiri mörk og fá líka á sig fleiri mörk. Já, ég meina þetta er bara, þessi deild er bara einhvern veginn svona þegar þú switchar off í smástund þegar þú slekkur aðeins á þér þá getur þú fengið mark á þig, við erum búin að sýna það oft, eða þú veist það er búin að sjást oft í sumar en þú getur líka nýtt þér ef hinnir gleyma sér aðeins og mér fannst svona við komast í mjög góðar og frekar mikið á góðum stöðum til þess að klára þetta og fá þetta þriðja fjóra mark inn en við nýttum það ekki allt í dag og ég meina það er eitthvað sem ég held að ánægður að sjá sem þjálfari að við erum allan að skapa þessi dauðafæri, allan þessi góðu færi til þess að skora og ef við varum ekki að gera það þá er nú erfitt að vinna leiki en við gerðum það, við erum að gera það og við höldum áfram að gera það og bara frábært að sjá hvernig við lögðum allt í þetta til að vinna þennan leik. Já, menn voru orðnir svolítið lappalausir hann í lokin, þetta völlurinn blautur og þungur kannski? Já, og við vissum það svo sem alveg en þetta bara sýnir karakterinn í strákunum. Þeir eru ótrúlega flottir og þeir vilja þetta mikið og við vorum alveg samfærum það. Við ætlum að vinna þennan leik og núna fáum við viku hvíld allan fyrir næsta leik og það er aftur heimaleikur móti Þrótti og aftur heimaleikur og það er móti Þrótti og það verður bara frábært verkefni aftur og við ætlum bara að reyna að halda áfram því sem við erum að gera, ekki spurning. Ekki léttir svona að rjúfa þessa sigurleikja þurrð? Jú, það er alltaf betra að vinna leiki heldur en að tapa eða gera jafntefli sko. Það er nú bara þannig í fótbolta eða í mörgum íþróttum. En við svona sáum það að núna við áttum mjög góð spjall núna eftir Dalvíkurleikinn og okkur fannst svona við eiga meir inni þar og við tölum það að við ætlum að reyna að ná því út í næsta leik og við vissum það að ef við myndum gera það þá myndum við klárlega allan eiga séns að vinna og eins og segjum eftir að dómarinn flautar þá er einhvern veginn allir bara algjörlega niður í gólfleiku og þeir eru gjörsamlega búnir á því en það bara sýnir bara karakterinn í þeim og viljan að vinna og ég er mjög ánægður með það sem þjálfari. Það er mjög sterkt að ná 2 marka forystu 3-1 en hlýtur að vera svolítið kjaftsök að fá mark á sig fljótlega í kjölfarið. Já, en það 3-1 og einhvern veginn var ekkert mikið í gangi á þeim eftir þann tíma fannst mér. En við gleymum okkur aðeins, þetta er mjög klaufalegt mark sem við fáum á okkur og algjör óþarfi að setja leikinn upp í eitthvað svona uppnám fannst mér. En við samt fáum við nokkuð færi til að skora þetta þá fjórða mark og gera þetta 4-2 leik sko en það er bara þannig, þú veist, það er bara áfram gakk og næsti leikur og eins og segi, virkilega sætt að komast aftur á sigurbraut. Hlakka til að sjá okkur vinna Þrótt í næstu viku. Já, bara sömuleiðis. Takk fyrir. Takk fyrir.